Þá tökum við fyrir atviksorð. Atviksorð eru smáorð og við ætlum að byrja á því að bera saman nöfn orðflokkana í ensku og íslensku og af hverju við gerum það verður augljóst eftir smá stund. Í ensku er noun nafnorð, verb er sögn eða sagnorð og adjective er lýsingarorð. Atviksorð heita í ensku adverb. Við sjáum að þau eru samsett úr verb og adjective, adverb. Og það er vegna þess að atviksorð eru náskyld lýsingarorðum en þau lýsa sögnum. Það er spurning hvort hægt var að nota eitthvað íslenskt orð sem væri meira lýsandi fyrir þetta. Atviksorð lýsa atburðum eða atvikum, lýsa í hvernig eitthvað gerist eða er, en lýsa ekki hlutum, lýsa ekki nafnorðum. Þau eru mjög lík lýsingarorðum en það er grundvallarmunur á þeim og hann er ljós ef við skoðum dæmi. Hér höfum við nafnorðið hestur og hér höfum við lýsingarorðið brúnn. Þar sem lýsingarorðið lýsir nafnorðinu, þá þarf lýsingarorðið að fallbeygjast með nafnorðinu. Það væri mjög einkennilegt ef það væri brúnn hestur brúnn hest frá brúnn hesti til brúnn hests. Þannig að lýsingarorðið fallbeygist er líka fallorð, alveg eins og nafnorðið. Atviksorð lýsa hins vegar sögnum, lýsa því hvað einhver gerir, ekki hvað einhver er. Þau lýsa sögnum og þurfa þess vegna ekki að fallbeygjast. Brúnn hestur hljóp hratt, hratt er atviksorð og þetta er ekkert hægt að fallbeygja, það er ekkert hægt að fallbeygja hljóp og hratt. En nú vitum við að atviksorð flokkast sem smáorð og eru óbeygjanleg, en sagnir beygjast samt í tíðum. Og fyrst atviksorð lýsa sögnum, af hverju beygjast þá atviksorð ekki í tíðum eins og lýsingarorð sem lýsa nafnorðum beygjast í föllum? Við getum bara að skoða dæmi. Ég geng hratt er í nútíð og ég gekk hratt er í þátíð. Það er mjög erfitt að sjá hvernig atviksorðið ætti að vera breytilegt á milli tíða. Hvernig hratt ætti að vera öðruvísi í fortíðinni heldur en nútíðinni. Það er ekkert óhugsandi að það væri hægt að búa til svoleiðis tungumál sem að virkaði þannig, en það er ekki þannig í íslensku. Og það er spurning hvort það sé ekki bara óþarfi, hvort það sé ekki óþarfi að vera að flækja málið meira en þarf. Atviksorðin eru eins hvort sem sögnin sem er verið að fjalla er í nútíð eða þátíð. En það er til alveg ótrúlegu fjöldi af atviksorðum og þau eru alveg ótrúlega fjölbreytt og við fyrstu sýn þá virka sum eins og þau eigi ekkert sameiginlegt en þau eru náskyld. Þau geta lýst í hvort eitthvað gerist, þau geta lýst í hvernig eitthvað gerist, þau geta lýst í hvenær eitthvað gerist og hvar eitthvað gerist og það eru meira að segja til fleiri atviksorð heldur en þau sem lýsa þessum hlutum. En skoðum nokkuð dæmi. Þau geta lýst í hvort eitthvað gerist yfir höfuð. Hún kom ekki, ekki er atviksorð og ég legg til að menn læri bara utan að orðið ekki er atviksorð. Hún kom ekki. Þau geta lýst í hvernig eitthvað gerist, hún söng illa. Hún söng vel, hún söng fallega, hún söng það skiptir engu máli hvernig söngnum er lýst. Það er alltaf atviksorð ef það er verið að tala sögnina að syngja, hún söng illa. Það er hins vegar ekki atviksorð ef við erum að lýsa söngnum sem nafnorði. Ef við segjum söngurinn var fallegur þá erum við komið með lýsingarorð. Enda fallbeygist það, fallegur söngurinn, fallegan söng frá fallegum söng og svo framvegis. Þau lýsa því hvenær eitthvað gerist, hún söng áðan, hún söng í gær, það er líka atviksorð. Hún syngur á eftir er atviksorð. Og þau lýsa því hvar eitthvað gerist, hún fór fram, hún fór upp, hún fór niður. Sum atviksorð, þau leggja áherslu á önnur atviksorð. Þau standa ekki til að lýsa söngnum sem slíkum, heldur til að þrengja merkingu eða einhvern veginn skerpa á atviksorðinu þannig vel. Hún söng vel. Þarna á milli má setja fullt af orðum sem að skerpa á lýsingunni á vel. Hún söng mjög vel. Hún söng frábærlega vel. Hún söng stórkostlega vel.
og svo kolla, það skiptir engu máli hvað við setjum inn. Atviksorð standa stundum svona nokkur saman. En vegna þess hvað atviksorð og lýsingarorð eru lík, þá má nota atviksorð til að leggja áherslu á lýsingarorð líka. Söngur hennar var fallegur, söngur hennar var mjög fallegur, stórkostlega fallegur, æðislega fallegur. Þarna er mjög atviksorð. En fallegur er lýsingarorð því að fallegur er að lýsa söngnum, sem er nafnorð, en ekki sögninni að syngja. Atviksorð eru notuð í spurningum og minna þess á spurnafornöfn. Hver er spurnafornafn? Hver er þetta? Þetta er spurnafornafn. Og við vitum þetta er fornafn vegna þess að þetta fallbeygist. Hér er hver hvern frá hverjum til hvers. Hins vegar hvar er hann er atviksorð og hvar fallbeygist ekki. Hér er hvar og það bara virkar ekki neitt. Þannig að við þurfum að gera greinarmun í spurningum á því hvort það er spurnarfornafn, hver, hvor, hvaða, hvílíkur. Þetta er ekkert mörg spurnarfornafn og þið þurfum að kunna þau. Og svo vitið að önnur svona spurnarorð eru atviksorð. Hvernig greinir maður á milli atviksorðs og lýsingarorðs? Það getur stundum verið pínlítið snúið. Sum atviksorð stigbreytast meira að segja, þannig að þeir sem nota stigbreytingu til að þekkja lýsingarorð, það virkar ekki ef maður ætlar að þekkja atviksorð frá lýsingarorðum. Hann syndir hratt stigbreytist alveg. Hann syndir hraðar heldur en ég, hann syndir hraðast af öllum. Þetta er samt atviksorð því að þetta lýsir sögninni að synda. Það er ekki lýsing á honum. Og hvernig getum við þá þekkt þau? Jú, atviksorð beygjast ekki, en lýsingarorð beygjast. Þannig að við þurfum að gera eitthvað sem myndi neyða orðið til að beygjast. Ef það beygjast, þá er það lýsingarorð. Og við getum til dæmis gert það með því að skipta nafnorð, setja eitthvað í öðru kyni eða annarri tölu, bara prófa önnur nafnorð og sjá hvort eitthvað gerist við orðið sem við vitum ekki hvort er lýsingarorð eða atviksorð. Til dæmis málaðu húsið grænt. Þetta geti verið málaðu grænt eða húsið grænt og þarna er bara dálítið erfitt að greina á milli hvort er að ræða lýsingu á sögninni að mála eða húsinu græna. En þetta er lýsingarorð og við sjáum það með því að skipta nafnorð. Málaðu hestinn grænt virkar ekki og við þurfum að segja málaðu hestinn grænan. Atviksorð breytast ekki svona, þannig að þetta er lýsingarorð. Málaðu húsið vel og vandlega, málaðu hestinn, hest eða húfu eða hvað sem er, vel og vandlega breytist ekki neitt enda bæði atviksorð. Og þetta er allt í lagi að gera, sumum finnst gott að taka eitthvað orð eins og fallegur eða ekki, bara eitthvað atviksorð sem við vitum að er atviksorð og prófa bara að setja það í staðinn fyrir orðin sem við erum að greina í texta. Hann kom upp og söng ákaflega vel fyrir okkur, við sátum hljóðlega. Hann kom fallega, það virkar, það meikar sens og þá vitum við að orðið sem er þarna undir fallega er atviksorð. Og söng fallega og reyndar ákaflega fallega, mjög fallega, þetta eru 2 atviksorð þarna, við sátum fallega. Við vitum að öll þessi orð þarna eru atviksorð. Svona gera sumir þeirri greina atviksorð. Hver og einn hefur sína aðferð og með þurfum bara að finna hana. En til að geta greint atviksorð í texta þá þarf maður að þekkja mun á þeim og lýsingarorðum. Það er að segja hvernig maður getur skipt nafnorð og séð lýsingarorði breytast, en atviksorði breytist ekki. Maður er mjög gott að þekkja þessi algengustu eins og ekki, uppi og niðri, vel og illa, fallega og æfa sig í að greina þau. Finna texta, nota greiningartól á netinu og æfa sig að greina atviksorð. Eftir tiltölulega stuttan tíma þá fer maður að hafa tilfinningu fyrir þessu og greina þau mjög örugglega og vel. En maður þarf að passa sig á einu ef maður ætlar að nota þumalputtaregluna að orð sem enda á lega eru atviksorð og ef maður getur sett fallega inn í staðinn þá er það atviksorð. Það er í góðu lagi, maður þarf að muna eftir spurningunum, muna eftir atviksorðin notuð í spurningum, hvaðan kom hann, hvaðan er atviksorð og það er svo sem hægt að segja fallega kom hann en það er ekki spurning lengur, þá er orðið fullyrðing og maður þarf bara að muna eftir þessu og svo þarf maður að passa á því að sum lýsingarorð þau enda á lega. Þannig er fallega barnið, þannig er ekki verið að segja að barnið sé neitt fallega, þetta er ekki fallega, heldur fallega barnið, það er verið að lýsa barninu.
og fallega þarna lýsingarorð. Það er hins vegar atviksorð í þessum texta. Og hvar er það? Jú, það er orðið sem segir hvar barnið er. Því að munið, atviksorð segja hvort eitthvað sé, hvar eitthvað er, þarna, hvernig eitthvað er, illa, vel, hlægilega og hvenær, áðan, á eftir.